Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn hjá mér. Ég er með góðan gest í dag, hana Þóru Þórisdóttur, sem að rekur ásamt börnunum sínum, held ég, fyrirtæki Urta. Velkomin Þóra. Takk, Kannski Guðrún. Takk segir fyrir að okkur bjóða hvað, mér. já, kannski segir okkur hvað Urta er. Já, Urta heitir nú Urta Íslandika og var stofnað upp úr bankahruni. Ég er sko myndlistamaður og svona listaskrýbent eða listfræðingur og það svona hrundi svolítið tilveran hjá mér upp úr bankahruni því að eins og hjá öllum vext allt hækkaði og svona og ég var búin að vera að vinna bara í myndlistinni og það, maður þarf alltaf að borga með sér þar. Og ég ákvað að ég yrði að stofna fyrirtæki sem að myndi búa til eitthvað pening til að maðurinn minn þyrfti ekki einn að vera að framfæra fjölskyldinu og borga öll lánin. Og þá fekk ég þessa einstaklega góðu hugmynd að fara að tína fjallagrös og jurtir og búið til te og svona. Það væri mikill möguleiki í því. Það var nú svolítið hlegið svona. En við ákvaðum að stíla inn á íslenska jurtir og lækningamátt íslenskra jurta og byrjuðum að búa til allavega te og síróp og svona. En svo kom nú í ljós að heilsubúðirnar vildi ekki vörurnar okkar og voru of amatörlegar og búðirnar voru að flytja inn sínar eigin heilsuvörur og svo kom líka í ljós að við máttum ekkert segja, máttum ekki segja róandi jurt eða neitt af því að það þurfti að vera vísindaleg sönnun á bak við allt og heilsufullyrðingar. Svo þetta var á brattan að sækja en við tókum þann pólinn að fara inn á ferðamannamarkað og þá erum við bara að tala um bragðgæði og íslenska náttúru og slíkt. Já, Og þetta var árið 2010 og þá var náttúrulega að byrja hérna mikill ferðamanna straumur og fyrirtæki það bara tók á flug og hefur gengið vel allar götur síðan en árið 2019 þá fæ ég svona aðra rosalega góða hugmynd. Ég er nú að djóka sko að því að sögðu allir þetta væri ekki hægt en það var að því að Urta Íslandika við vorum búin að vinna að því allan tíman að vera með hérna svona sjálfbærnistefnu og svona sanngjörn laun og losa okkur við allt plast úr öllum umbúðum og ég var að reyna að vera plastlaus og það var svo erfitt matarlega og ég hérna sagði við mitt fólk sem er ekki bara börnum mín heldur maður minn aðalega hann er með okkur fór að vinna hjá mér árið 2013 já, og hérna ég sagði við hljótum að geta gert matvöruverslun sem er með ekkert plast ég sín, já. Já, þetta er svolítið fyndið og við hérna, af því við erum að flytja inn svo mikið krukkur og svona við keyptum glerþvottavél og sótthreinsivél og við keyptum véla sem við getum búið til svona sellófantpoka sem er búið til trjákóði gerðum við samning við fyrirtæki erlendis niðurbrjótanlega hérna, vakúmpoka og svo þurftum við náttúrulega að pakka allu og við pöntuðum mest lífrænt, við máttum ekki merkja, við heldum að við mættum merkja sko aftan á að vera lífrænt og vera ekki framan en það mátti ekki svo það kom svolítið svona í baki á okkar að vera með dýrar vöru en með ekki segja. Nú, við erum Akkur bara máttu þið ekki láta vita að það væri lífræði. að því við þurfum að hafa lífræna vottun. Og við megum ekki eins og láta heiti kerfinu aðgreina að þetta sé lífrænt haframjöl og hitt sé að því að þetta er rosa tranga reglur. Við höfum verið að hugsa svona að fara í lífræna vottun að því við höfum búin að nota lífræna sykur alla tíð sultur en höfum svona heykst á því að við byggjum svo mikið á íslensku jurtum og það er erfitt að fá þær í vottar. Já, Þó svo að svona flott fyrirtæki eins og Sóli Organics og Villimey þá eru þau að tína á svæðin sem hafa verið vottuð og hefur verið haft mikið fyrir því en við erum tínar allt land og það er flóknara fyrir já, okkur. En árið 2020 þegar við erum að byrja þá gerist nú svolítið hérna að það hérna kemur COVID og og það hrynur hjá okkur öll starfsemin, hvað ég segja, lykilstarfsemi. Bara við erum með
fullt hús af fólki sem við getum ekki unnið og það bara hurfa allir ferðamenn og það gerist náttúrulega við allt í einu fáum rosalega mikinn tíma sem við erum að gera til að undirbúa matabúðin á meðan en svona römbuðum bara með gjaldþrots að það var engin innkoma. Já, ég skil það. Það er náttúrulega bara rosalega erfitt. Það var bara erfið tími fyrir alla. Já, en matabúðin fór upp og hún var miklu erfiðara verkefni heldur en ég sá fyrir og miklu flóknara og gagnvart heilbrigðiseftirliti og öllu að vera farin að handleira með fisk og kjöt og mjólk og allavega með, þú veist að miklu flóknara prótokól og þurfa að pakka öllu og gera skýrslu, bara búið að vera alveg ótrúlega mikil vinna og svo var það nú líka komað að það náttúrulega Kaupmannahöfninu hefur nú ekkert verið að bera sig, þú veist, þetta er ekki svona alveg kannski það og alla litlu búðirnar sem að eru svona að stíla inn á smáframleiðendur eða eitthvað sérstakt að það bara Frú Lauga lokaði, það var fyrirtæki sem hétt Gott og blessa, það lokaði, þú veist, þau eru að berjast í bökkum með þess að veganbúðin sem náði flugi að þau eru lokaði líka og það eiginlega svona þurrkaðist út svolítið þessi möguleiki, hvað að segja, þetta er mjög, hvað að segja, erfitt, það er erfitt að vera í matvöru sérstaklega fyrir að koma svona krepputími. Nú svo kom líka vandamála að hvað hétta, sem Sorpa var með sem átti að melta allt ruslið. Já, þetta maltu dæmið, eitthvað. Hvað hétta? Gaia, nei. Sem að, þú veist, þú áttir ekkert að sortera ruslið, það átti bara að fara í svo meldingu og lifrarna myndi meldast úr, en málið er að allur heimurinn var að veðja á svona niðurbrjótanlegt plast sem þurfti samt iðnaðarmoltu til að brotna niður, en við ákváðum frá byrjun að vera bara með sem að myndi brotni heimamoltu, en það breytti því ekki að þegar þetta gekk svona illa með niðurbrotið hjá þeim og fór að láta okkur sortera í lífrænt, að þá má lífrænu umbúð, niðurbrjótanlegu umbúðin ekki fara með iðnar komposti sem er miklu erfiðara en okkar og þá, þú veist að þá var allt í einu orðið erfitt fyrir okkur og líka bara eftir COVID þá duttu niður allar það kom svolítið mikið svona gangur í svona loftslagsaðgerðir og plastmál og svona, svo bara er enginn að tala þetta og sér það á Alþingi núna, það er enginn umhverfisflokkur og þetta er bara þannig svona forsendurinn var líka sem átti að vera svona sérstaða og eitthvað að þá bæði kemur eitthvað svona kreppa allt sem er lífrænt eða í smáverslunum dýrara og svona. Svo það voru svona, hvað ég segja, ýmis ljón í veginum, en við ákváðum samt bara að halda matabúðin úti sem tilraunaverkefni og reikna hann alla út og standast alla kröfur sem að og sjá og samt í rauninni þá erum við búin að sanna að þetta er hægt. Aðalmáli var að það var sagt við okkur að þetta er ekki hægt. Heimurinn getur ekki fært sig úr plastinu, til dæmis í matvöru, það út af geymsluþoli og svona, og við erum búin að sjá að það er hægt og það kostar svipa mikið að þvo sótthreinsa glerílát eins og kaupa nýtt. Og það er umhverfislega langhagkvæmast. Það sem er óhagkvæmt til okkur, það er að þvottastöðin er í Keflavík og við erum í Hafnarfirði og við erum í litlu húsna. En við erum með rosalega gott svona kerfi, uppskriftarkerfi og tímastjórn, þannig að við getum séð og það er ekkert, matabúðin hefur ekki komist á núllpunkt, hún er ekki alveg svona að borga fyrir sig, en það munar ekkert miklu. Nei, það er náttúrulega frábært. Hún er við Austurgötu í Hafnarfirði. Já, og við sjáum alveg, það þarf ekkert svo mikið, við erum rosalega svona, við erum svo miklu introvertar
og við erum aldrei sko alveg ána með hvar við erum svo við eigum erfitt með að prómótera okkur fyrir að við erum alveg orðin ána með allt en við sjáum, þú veist, þetta er ekkit svona dæmi, þetta er ónýtt, skilur, málið er, þetta er hægt og við hugsuðum svona, við þurfum svona verkefni, það þarf ekki svo marga viðskiptavinni til að það þarf að bera 2 starfsmenn. Og það þarf ekkert svo mikil viðskipti, þú veist, ekkert svo rosalega mikil, þannig þau eru ákveðið lítið núna og þau þurfa bara að vera eitthvað rúmlega það, skilur svo við ákváðum að við myndum bara halda ótröðu áfram með verkefnið og reyna að fara að kynna það og jafnvel að fá einhverja fleiri inn og við lítum líka á þetta sem tilraunaverkefni ennþá. Við erum að þróa matvörur og það sem kom svolítið ljós í þessu verkefni var hvað framleiðendurnir og heildsaldnir eru sumir voru viljugir að pakka í okkar vörur en hvað þeir eru með mikla hömlur á að maður geti keypt vörur til að við myndum pakka því og það fáið á sama verði eins og væri búið að pakka því og til dæmis eins og sölufélag garðyrkjumanna sölumaður þeirra vildi bara koma að pakka gulrætur í plasti og rífa úr plasti eins og við þú veist, við vorum ekki að hugsa að henda fullt af plasti til að setja, þú veist. Ég er hvað að segja, Og þetta er búið að vera svona, en á móti hefur það komið að við höfum farið bara alla leið í að það kannski bara framleitt og slátra fyrir okkur kjöt eins og hann Ævar Austfjörð hefur gert fyrir okkur að við höfum þá á móti svona fengið tækifæri sem aðra búðir hafa ekki sem að vera að þið verum svo lítil en þá hefur við geta verið að selja til dæmis grísakjöt sem að grísirnir fá að vera úti og róta og borða gras og nautakjöt líka frá Ævari Austfjörð. Já, frábært. Við kaupum bara ósprautakjöt eins og í kjúkling, því miður ekki hægt að fá neitt velferðarkjúkling en það kemur líka svolítið til út af fuglaflensu. Það svo ýmislegt sem að setja strik í reikningin. Já. En við höfum til dæmis eins og þeir sem eru að gera geitaosta á Brúnastöðum, þau pakka okkar umbúðir og Sölvanes sem með lífrænt lambakjöt, við erum samstarfi og þau pakka bara í okkar umbúðir. Sem er þetta niðurbrjótanlega plast? Já, sem að brotna niður í heimamoltu. Ég er búin að gera tilraun með niðurbrotið og það brotnar niður en það er svona jafn lengi eins og hvítkál. Já, hvítkál er alltaf langt. Já, það er svolítið lengi, en það gerir það. Já. Og ef það lendir einhvers staðar út í umhverfinu, þá brotnar það niður á endanum og skilur ekki eftir mikroplast. Já. Og það er eins með þetta eins og með glerið að ef stóru vélarnar væri að pakki þetta, þá væri það náttúrulega miklu ódýrara heldur en að handpakka eins og við erum að gera. En málið er að það er hægt, en efnið er dýrara og ekki eins sterkt. Já. Þannig að stóru matvælaframleiðendur þeir vilja það ekki. Og það er það sama með gleri, það er alveg hægt að pakka í gler. Við sjáum að Arna til dæmis pakkar jógúrt í gler, ákveðinni tegund. Við sjáum alveg að þetta er hægt. Það geymist allt miklu betri gleri og það bragðast allt miklu betri gleri. Og þetta en þau eru ekki með einhverja svona þvottastöð. En minn draumur er að Ísland og Evrópa, þau bara ákveði að komi að því eins og orkuskipta málið að það er ákveðið að fara í orkuskipti, það kostar ekkert lítið að koma upp þessum rafmagnsstöðvum og breytum bíla og svona og mig dreymir að Evrópusambandið kannski myndi niðurgreiða eitthvað eða láta framleiða eitthvað ákveðna tegunda krukku sem væri þá ódýrust, þú veist, svona ríkiskrukkan og allir væri með þvottastöðvar þannig að alltaf ég geti bara flutt inn allt sem mig vantar, svona kókosmjólk og allavega svona vörur sem við getum ekki gert heima að þá geti ég bara keypt það og krukkurnar fara bara í þvottakerfi hjá mér
já, eða það sem væri ennþá betra, það væri bara miðlæg þvottastöð sem að allir framleiðendur kæmu og keiftu sín bretti aftur ef þeir vildi vera með sérgler en annars væri bara eitthvað Evrópugler. Þetta er draumurinn minn já, og já, ég held að eftir mínum útreikningum að þetta væri alveg gerlegt en auðvitað þyrfti að niðurgreiða. Núna er kerfið svoleiðis að ef ég kaupi einhverjar flöskur þá vil ég reyndar ekki fara, en við ætlum að fara að framleiða svona sjótavatn, það er sótavatn og sjó já, og þá munum við lendi í svolítið vandræðum að því þá vilja þeir rukka skilagjaldið að glerinu en samt viljum við láta skila til okkar og þá þurfum við að borga tvisa sem skilagjald. já, ég skil, En já, í rauninni þyrftu við að fá ívilnun já, eins og rafmagnsbílarnir og þetta. Það þyrfti að vera, já, þegar við pöntum gler þá fáum við eitthvað toll sem heitir plastgjald. á Það fer, glerið, já, ég meina það er svo mikið svona sem að bara umhverfi kring, það er engin að skilur eða pörkunar gjald og svona, en það þyrfti að vera svona einhver vilji, pólitísku vilji, en við erum svo sem ekki að bíða eftir því, en við höldum bara áfram með okkar tilraun já, og og erum einmitt að hugsa núna hvað, en fyrst og fremst það sem dregur mig áfram í að því það hefur margoft komið til tals ekki bara að loka matabúðinni já, 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 og það sem mér hefur fyndist erfiðast við það er ekki endilega að segja ég er ekki trætt við mistök eða þú veist, maður er alltaf að gera mistök öðru sér gengur ekkert sko, nei, en ég get bara ekki hugsað mér að fara að versla aftur í plastbúð. já, ég Ég skil get ekki þetta hugsað vel, mér, ég meina að ykkur starf á leiðinu þegar við sáum að umhverfis dæmið að heimurinn var ekki alveg eins tilbúin að fullta fólkin sem sagði ég myndi kaupa plastlaust en svo þegar til kemur þá er þessi þetta þægilega skilur að þurfa að fara eitthvað og ná í eitthvað og skil ykkur og eitthvað úrleiðis, þú veist bara fólk hefur svo mikið að gera og þetta er svo erfitt og þó að segist myndi vilja þá gerir ekki eins skilur hlutfallslega að búið að sína fram á allir sem segja að það gera myndi gera svona eða var í búið svo gera það ekki að því það eru allavega svona hindranir hjá fólki sem að er bara þú veist, þú þarft að senda næst í skólan og það og bara þetta muna eftir og ég skil það mjög vel. Það eru náttúrulega ég á sjálf erfitt með að skila dóttin og ég bý fyrir ofan búðina. Svo að eða muna að taka með mig poka en svo fórum við bara að skoða líka að það er búið að koma svo rosalega mikið af upplýsingum bara við verðum 5 ára þessi plastlausu búð í sumar að þetta er ekki bara umhverfismál, þetta er alveg svakalt heilsufarsmál. Já, já, það er náttúrulega stóri þáttur í þessu öllu, sérstaklega þeir verðum að tala lífrænt en umbúðina líka, sko, þannig að þetta er heilsan okkar. Já, og þetta er bara sérstaklega það sem mér finnst vera anstíkilegast í plasti varðandi matvæli, það er svona tilbúin matur í plasti sem þú átt að hýta í plastinu og gamla fólki og það er vitað með plast að allt sem að hýtast að leka efnin út í matinn og líka í geymslinu og matvæli sem eru soðin í plastinu til að og allar þessar skvísur og allt og svo öll matvæli sem eru með fitu það lekur frekar út í það og allt sem er með sýru þannig að svona kókosmjólk og tómatvörur þetta er rosalega erfitt að reyna að fá þetta í gleri. Okkur hefur tekist að fá tómatvöru og við erum með að gera tilraunum að búa til íslenska tómatvöru og hún bara verður því miður að vera svolítið dýr. Kókosvörur, það er bara erfitt að fá það án plast og eiginlega hefur okkur ekki tekist að finna það. Nei. En það er einmitt svona dæmi sem er soðið í umbúðinni og allar niðursuðudósir eru með plast innan í. Allar fernir eru með plast innan í. Svo þessum eru niðursuðudósir og fernir ekki inn á borðið í okkur. Fólk gerir sér enga grein fyrir þessu, það hefur enga hugmyndum þetta í rauninni. Svo safnast þetta saman. Já. Þetta er kannski allt í lagi með eina dós. Ég fæ mér opna eina dós af grænum baunum ef ég er með
einhverja veislu hérna, einhverja langar í það er ekki málið, en bara þetta dagstaglega hjá mér að drekka alltaf úr einhverjum fernum og alltaf úr einhverju Já. og pakka í plastið og svona og ég bara hugsaði ég ætla bara að verja mína heilsu og ég man eftir því ákvað ég ætla að losa mig plastið, þá var það ekki hægt nema ég gerði þessa búð. Sko ég að bíða eftir að verði fleiri sem að því að fólk kannski hugsar hvað munar mig ef allir að nota plastið svona umhverfislega. Já, það munar Akkur á ég að vera að borga meira og gera ykkur að króka, svoleiðis hugsa fólk og ég skil það. En þegar komið ég og mín heilsa, það enginn að passa það nema maður sjálfur. Nei, það nefnmálið, en það ekkert allir sem að passa það. Nei. Þannig að það heyrði stóri vandi. En segð mér annað í sambandi við að skila, því að þú veist það sem ég náttúrulega, nú bý ég ekkert langt frá landinu, svo ég get labbað og ég get skilað hennar gleði. Fyrir utan búðina, þó það sé lokað. Já, sem alveg frábært og einmitt á sunnudögum þegar það hefur verið lokað hjá okkur að þá sé ég að fólk búið að vera að skila bæði flöskum og krukkum og öðru þess að það. Svolítið vel skilað? Sko, fyrst að þá vorum við að reikna þetta svolítið og við vitum ekki hvað lengi í kerfinu en okkur fannst vera mjög vel skilað en svo kom eitthvað svona starfsmannahögt hjá okkur og við erum með kannski svolítið svona óþvegið inn í Keflavík og sótthreinsa svo við sjáum ekki vel og framan af að þá vorum við líka með svona krukkur við sögum sem voru svo eigulegar, voru svo passlegar undir allt í eldhúsið og lítið og kannski að kaupa eitthvað vöru í svona góðri krukku sem miðarnir fara af og svona, það var bara jafnvel ódýrara samtaldin að kaupa eitthvað tóma krukku í IKEA, skilur hvað við? Já, já. Og svo að við vorum bara glöð ef fólk vildi nota krukkurnar, það var ekkert endilega máli að það skilast ef að fólk, en frekar að skila heldur en að fara að láta brjóta það niður. Já, ég alveg saman því, það tvær sem hafa orðið eftir hjá mér. Já, og við erum ekki eitthvað svona, það stendur ekki á vörunni, krukkan einn fyrirtækisins, það ekki málið. Nei. En ég nota þessar krukkur heima, sko, þegar maður með fer með alla krukkunar í skilin, þá lendi ég oft í vandræðum, því ég nota þetta alltaf undir afganga, alltaf undir ég, þú veist, að búa til eitthvað, og ég vil alltaf hafa einhverjar allavega 5 krukkur í hverju stærð svona til að setja í það sem maður að gera heima hjá sér. Já, já. Ég held að skilin, við erum með svona viðskiptavini sem að panta vikulega, bara allt sem að þeir alltaf borða yfir vikuna. Já, það frábært. Já, og panta að því það svo margir sem sjá búðina bara svona til að kaupa eitthvað sérvöru eða eitthvað eða vantar eitthvað kosmátiri. En við sem stöndum að þessu, við verslum bara hér. Þess vegna þurfum við að eiga pappkópakkar fyrir ykkur klósupappir, við erum með áfyllanlega ræstivörur og við erum að hafa fyrir því sérstaklega sem við borðum að því að þá sittum við allavega ekki uppi með það. En til dæmis viðskiptavinur sem panta á mánudegi og við sendum á föstudegi þá höfum við allavega vikuna til að finna til og alveg sama hvað það eiginlega þá græjum við það fyrir þessa viðskiptavini. Og þeir fá bara, þeir kaupa inn út frá okkur matarappi að þeir eru með einhverju uppskriftir. Já. Og uppskriftirnar reikna út hvað þeir þurfa mikið af þessu og þessu og þessu og svo bæta þeir við morgunmatinn og eitthvað svona hvað þeir vilja drekka og svona. Og svo fá þeir bara senda föstudögum allt glerið, tekið tilbaka og kassarnar og allt sem þeir komið í og þeir eru bara rustlausir. Þeir þurfa ennþá, við höfum ekki geta eitthvað, það eitthvað svona sem að eitthvað kefír og eitthvað tofu og eitthvað svona sem við erum ekki búin að leysa. Nei. En þá datt mér í hug sko að það gæti verið sniðugt bæði fyrir neytandann sem að nennir ekki eða sko getur ekki gert þetta convenience sem vantar inn í þetta, hvað þessi þægilegheit. Þægilegheit, já. Að nokkrir svona kunnar myndi vera alveg nóg til að keyra þessa búð. Hins erum við svolítið lítil í Austurgötunni, hvað var það, frystipláss og svona. Já, já.
já, og við erum alltaf að hugsa, eigum við að fara í eitthvað stærri búð en það þarf að vera búið að sína aðeins betri svona hindur. já, En, en þetta finnst mér alveg frábært módel og hefur verið að hugsa hvort ég ætti að auglýsa það eitthvað undir, þá er þetta svolítið svona eins og kaupum rétt, skilur þú ert bara að já, já. kaupa það sem þú notar. Það er alveg það, sko. Mér finnst náttúrulega alveg dásalegt hvað þið eru með þó mikið að vöruúrval í ekki stærri verslun. Mm. Þetta er eins og var ég kem frá 100 manna þorpi, Drangsnes, og þar var svona kaupfélagið og það var minna, það var allt yfir borð og það hékk allt í loftinu og það var allt til, líka rífur og vasanífar og flauelsbuxur og hugmyndin hjá mér með matabúðina var eins og þetta væri búð í svona litlu þorp og þyrfti að hafa svona helsta. Já, ég sé sko, þú ert með fullt bæði hreinleitsvörur, þú ert með alls konar klúta og þú ert með bökunarpappír og það bara, þú ert með í rauninni allt sem venjulegt heimili þarf, en það að sko náttúrulega mamman er ekki lengur heima eins og var í gamla dag þegar mamma fór út í búð. Þannig að þetta fyrirkomulega að geta panta, það er náttúrulega alveg stórkostlegt. Keyrið þið þá út á einu sinni í viku? Já, við höfum verið að keyra eða senda með svona AHA-bíl og við erum ekki svona að við sendum bara alltaf þegar pantaði eitthvað svolítið, við getum það ekki að það bara fyrir hvað starfsmaður er. En við fyrst að þá einhvern veginn heldum við að við ættum að vera að reyna að gera svona búð og bíða svo eftir að fólk komi og reyna að gera allt fyrir alla. En svo núna að þá er það svoleiðis að þeir viðskiptavinir sem eru svona bara að kaupa mest hjá okkur, þeir ráða svolítið vöruúrvalinu. Þeir biðja eins og að við getum ekki verið með niðursoðnar baunir út af að við erum ekki með dósir, en þá erum við með soðnar baunir frosnar og þær eru rauninni miklu heppilegri að því þú getur bara tekið 100 grömm úr pókanum, þú þarft ekki að opna einhverja dós, skilur við. Og við vorum ekkert með svona marga sortir af baunum fyrir ákveðin aðili vildi, þú veist, og núna höfum við ekkert áhyggjur af því. Stundum þurfum við að sjóða baunirnar því það fást ekki á landinu. Já, ég skil. Og þá hugsa við úti. En mér finnst sjálfri, sko, að því ég er líka bara útivinnandi og mig vantar þægilegheit að mér finnst, þó ég vilji fara svona svolítið back to basis og eitthvað aftur í lokal mat og hreinan mat og svona, að þá vantar mig líka tilbúin mat og næringaríkan og það er svona dagskráin, það er svona draumurinn okkar og við erum búin að vera með lengja dagskráin svo hefur við bara að það er að fara í að framleiða meira, það er hægt að sjóða niður í glerkrukkur, þú veist, það er þetta, við höfum keypt frá til dæmis Kæju Organic og hún er með súpu í glerflöskum og sundaðu sér í gleri og ef það getur farið í eitthvað sem getur farið í hringrásakerfi hjá okkur, þá munar rosalega mikið að það sé að kaupa eitthvað svona, við búum til pítsur til dæmis í frystin, svona sem getur keypt með pepperoni og svona, þú veist, og það er vinsælt og það er vinsælt hjá okkur að við höfum ekkert heldur alltaf tíma og svo ég sé að þó að ég sé á framtíðina fyrir mér að fólk velji meira hreint og heilsusamlegt og jafnvel þó fólk velji að vinna minna og vera meiri núvitund og allt það, að þá mun samt fólk vilja líka þægindin. Já, ég er alveg klár á því og það er mjög skiljanlegt og það er sérstaklega kannski eftir að fólk verður eitt þegar það verður eldra. Að þá vill þau það og margir þeir sem hafa verið útivinnandi og hafa verið mötuneyti í vinnunni við eitthvað þess að það fólk er í rauninni bara hægt að elda og svo þegar það hættir að vinna þá náttúrulega, hvað á ég að fara að gera? Þannig það var fyrir fólk í bakkana og ég sjálf hef alveg, ég man alveg eftir í gamla daga þegar maðurinn minn og krakkarnir fóru stundum í jeppaferð og ég ákvað að vera heima og vera takt til í húsinu og gera einhverja myndlist og svona. Það var algjör draumur, ég fór til búð og keypti eitthvað 1944 rétt sem var kannski eitthvað kjúklingur í súrsæti eitthvað svona sem ég hefði aldrei keypt fyrir alla fjölskylduna, það var bara alltaf dýrt en þá var ég ein og
mér fannst þetta bara algjör stæði, en núna vil ég ekki þetta plast. Nei, Hvorki hvernig þetta skilur mig. eldað né þegar ég að hita, auðvitað getur sem geta tekið það úr áður en að hita, en þetta eldað inn í þetta. Þetta Og, alltaf inn í en, það, já. og auðvitað, það munar ekkert miklu fyrir ykkur. Þú hefur tekið eftir, hún var doktora hérna í næringafræðingur, bara núna í janúar, ég man ekki nafnið, að vinur minn á Facebook, að það er næringafræðingarnir eru búin að vera að skoða að eldra fólki, það er bara vannært. Já. Og það er með ykkur að bakka, en jafnvel þó þú sért með þess að bakka og jafnvel þó þú sért 10 sortir og meira, að verður þetta leiðigjart. Og fólk þetta meina þessi þetta mat að bakka heim meira þess að þegar við lítum senda mömmu mat að bakka heim, þá kom það í fröðplasti. Getur ímyndar þetta bara, þú veist, bæði á allan hátt, þetta algjör bara hræðilegt að bjóða upp á þetta og vera að senda. Og hún var að segja að það var eitthvað viðtal við hana eða eitthvað frétt þetta. Ég hefði þetta verið búin að fletta upp nafnin á svo næringafræðing, að hún sagði að það væri svo furðulegt, engin matvælaframleiðandi væri búin að stökkva á hana vagn að framleiða góðar máltíðir fyrir eldra fólki. Og ég myndi segja að það sem hentar eldra fólkinu hentar líka börnum oft. Sjálfsögðu, það hentar öllum. Já, en leið og þú ert farin að segja mig ef ég fari að pakka einhverjum mat, ég er náttúrulega með framleiðslueldur svo bak við mig. Já. Og ég færi að pakka mat sem var stílarinn á börn eða veika eða aldraða, þá þarf ég alveg sérstaka úttekt og eftirlit og skilur við. En það sástu að með þetta mál á leikskólan, þú veist að allt sem markasett á, hvað kallast þetta í COVID, þá sem eru með undirliggjandi eldri eða börn eða viðkvæma hópa, að þá þarf að vanda sig alveg sérstaklega vel og vera alveg sérstaklega gott eftirlit. Svo að, en það sem minn draumur að mig langar svo til að við gætum á Íslandi svona gert sem mest sjálf. Það væri óskandi. Að vinna okkar mat og vinna eftir gömlu hefðunum, með hráefni, þú veist, það má alveg poppið upp eitthvað með kryddum og svona, en bara að við séum sjálfbær. Já. Og maður hugsa meira og meira þetta þegar að svona tímar eins og núna. Og maður, áður þá trúði maður ekki kannski að landi geti lokast, en við sáum það í bankahruninu og við sáum það fyrst í COVID og núna eitthvað stríðsógn út í heimi. Og náttúruógnir heima og mér finnst það skipta meira og meira máli að við sem sjálfbær matvæli, þó að við viljum alveg fá kaffi og svoleiðis líka. Og eitt af því sem mér finnst aldrei verið talað og mér finnst að skipti máli þegar verið að tala matvælaöryggi, það umbúðamálin. Og þá ég ekki að tala núna akkurat eitthvað umhverfismálin, heldur að þegar við skoðum gamla bækur eða heimildir Ísland til forna, þá var matarskortur yfir veturinn og maturinn var allur sumarið. Þá var fiskurinn og gróðurinn og allt, en vandamáli var ílát. Já, ílát, þú veist þessi tróga verið sett allt í súrin og hvernig þetta bjarga svo geymita og við höfum frista og þetta, en ég hef svo miklu áhyggjur að því að segjum ef að landið myndi byggja meira á gleru og hringrásakerfi, hvernig ætlum við að selja mjólk ef að, þú veist, það væri svo mikið það væri svo mikið öryggi í því að við hefðum eitthvað. Og bara væri með kerfi sem færi betur með náttúruna, færi betur með okkur og væri auðveldara ef eitthvað kemur upp á og við sjáum alveg, ég var svo hissa fyrir þegar að hrunið kom, ég var svo hissa að ég væri búin að lifa allt lífið, það var reyndar kalda stríðið, en búin að lifa svona langa friðartíma miðað við mannkynssöguna.
og ég var að hugsa, og rosalega blessun þetta alltaf verið. Svo núna þá hvernig sér maður hvernig fasismi, hvernig hann byrjar. Það er orðið of langt síðan, þannig að fólk er hægt að vera með viðvörunarbjöllurnar. Já. Við vitum ekkert og mér finnst þetta, ég segi bara, mér finnst við Íslendingar eigum að læra hvar eru vítamínin, þú veist, út í náttúrunni, okkar náttúru, hérna. En já, ég er alveg samanlegaður og því ég er náttúrulega búin að vera með þessa hugsjón bara síðan 1990 eða eitthvað svo leiðis að við værum sérstaklega sjálfbara. Þess vegna er það náttúrulega sorglegt að sjá að það er bara aukinn innflutningur á útfluttu kjöti og öðru þess áttar og ekki stuðningur í rauninni við bændur hér á landi til þess að halda áfram búskap hérna, heldur laðar alls konar kvaðir aukalega með einhverjum Evrópureglum sem í rauninni við erum ekki einu sinni í Evrópusambandinu en þetta er tróðið á okkur samt sem að íslenski bændur eru ekki jafnharðir og þeir í Ítalíu sem að hafa neitað að þú veist að hérna meðhandla skinkunni sína öðruvísi heldur þeir hafa alltaf gert, þú veist að það er svona ákveðin slagkraftur í stærðinni. Það sem mér finnst þetta sorglegast varðandi til dæmis lambakjöti sem er svona Íslendingar hafa að það er þessi fækkun sláturhúsa og þar að leiðandi hugsaður að það væri ennþá sláturhús í hverju byggðarlagi, þá væri að spretta upp hérna matvæla frumkvöðlar sem væri að búa til úr beinum og aukaafurðum, hérna allavegna kollagen og þú veist, og mér finnst það líka að við sem borðum dýr, mér finnst það sjálfsögð bara kurteisi og þakklæti að nýta allt dýrið og henda ekki neinu og fara vel með og láta engu líða illa, mér finnst það lágmarkið. Já. Og ég held að vandamálið sé svolítið að það er ekki kannski bara Evrópureglur en sláturhúsin að þau þurfa að vera færri og stærri að því þau bara kaupa upp á útlenskt starfsfólk sem að enginn kann þetta lengur hér og svo þarf að uppfylla einhver skilyrði fyrir útflutning og svo greiðum við niður lambakjötið í útflutning og mér finnst við bara að létta regluna og vera bara með innanlandsreglur og það megi vera í öllum byggðarlögum og það er engin útflutningur, við bara gerum fyrir okkur, það er engin að kaupa þetta nema niðurgreitt og þar með myndi losna svo að bændirni geti verið að vinna meira sjálfir, þú veist að þessar reglur, ég er samt að tala ykkur sem að veit betur gæti kannski núna sagt, þetta er ekki rétt hjá þér að það sé bara þetta eitthvað, en þetta er svona mín tilfinning núna og mér finnst líka þegar maður fyrir að skoða ég man alveg og var krakki og þegar við vorum þróunaríki og ég man alveg eftir tollahöftum og ég er alin upp í samvinnuhugsjón eða þú veist ekki alin upp í pabbi var reyndar sjálfstæði en ég fór í samvinnuskóla og svona samvinnuhugsjónin hún á svona stað í hjarta mínu en líka einstaklisfrelsið og líka þú veist hérna ég líka samhjálpina en eitt sem mér finnst vera miður að hafi verið hérna í fortíðinni, það allt þetta bann, ég hefði viljað að við Íslendingar ættu núna ykkur vín sem hefur verið þróið að því við höfum mátt búa til eins og aðra þjóðir, skilur matvæli og hérna sem hefur bara vantað og mér finnst alveg stórfurðulegt þegar ég fyrir að skoða íslenska matarhefð bara eins og var þegar ég var krakki, konurnar fóru á húsmæðraskóla og læriðu næringafræði og svona margar. En þeim var ekki kennt að baka brauð með hvorki að gera súrdegin ég nota geri. Þú veist, sem er rosalega furðulegt. Ef þú ætti annað borða brauð. Svo að, og það var svona margt sem vantaði einhvern veginn svona grundvallar eitthvað sem allar aðra þjóðir virðist af. Svo hentum við sumu. Þó það væri fátækt sem að aðra þjóðu nýttu. Já, það var náttúrulega vankunnátta eins og til dæmis enginn borðaði skötusela því að hann var svo ljótur eða eitthvað þess áttar eða enginn borðaði kjúkling út af því að það var bara drepnar elstu hænundan, skilur við. Þetta var svona hvítt kjöt, ég man þegar ég var krakki það var enginn sem borðaði hvítt kjöt og kjúklingur var í rauninni ekki til eins og við þekkjum hann í dag eins og þú segir, það voru bara gömlu hænurnar. En þegar ég var í Ungverjalandi tíma og þá
þá eru hænurnar dýrari en kjúklingurinn. Já, er það? Já, af því það var miklu meira bragð og það var verið að setja í súpurnar og allir voru í kringum pottin að elda og þetta, þú veist, Já, og ég veit að reynslu að hænur eru rosalega gott kjöt, það er bara að elda er svolítið öðruvísi. Já, já. Og ég hef reynt að, athuga hvort að setja að kaupa hænurnar frá lífrænu hænurnar, eða Já, eitthvað. já, Þá er þetta rosalega mikið flókið, eitthvað sláturkostnaðurinn svo dýr og þegar þetta er orðið svona eitthvað, þú veist að það er of flókið, það var kannski ekki loku fyrir það skotið, en þá þurfti maður að taka mikið í einu og vera einhvern veginn tilbúin að gera það. já. Og Það eru of margir þröskuldar. Já, svona ennþá. Já, sem hafa verið settur upp, sem að hefur svolítið að segja með sko eitthvað reglugerð, við höfum sett of margar reglur. Já, og gert hlutina of flókna. Já. Og já. Samt verði nú að segja að þegar ég byrjaði fyrirtækið 2010, alveg rosalega blöng, þú veist, og ég gerði framleiðsluna hvað vaskar og uppfyllti öll skilyrðin og það var lágur þröskuldur í byrjun. Leiðum að fara að selja meira, þá hækkuðu. En svo kemur á einhverju stigi það sem koma allt og háar hindranir miðað við getu. Ég skil. En það er búið að gera margt hérna í landinu, það er samtök smáframleiðanda, það eru sérreglur fyrir þá sem eru einyrkjar og það er búið að vera mjög mikið, Björn Bjarnason og Hlédís, sem var hefur séð matamarkaðan, Sveinsdóttir held ég, að þau eru búin að vera að vinna mjög mikið út á landbyggðin og reyna, þú veist það er verið að reyna að tosa þessu allstaðar, en samt eru reglurnar og svo stórfyrirtækin sem að stundum er erfiðara að gefa eitthvað heldur en að henda því, til dæmis, eins og ef það er einhver hliðarafurðir og stundum bara er erfitt að vera afgreiða eitthvað pínu lítil sem þetta vissunast eitthvað í 30 mínútur, bara mínútur kosta og ég er með svo litla búð en það hafa komið svona kúnnar sem eru með svo mikla sérþarfir eitthvað að meiri svo okkar litla búð hefur ekki þolinmæði fyrir því. Svo maður skilur þetta því allir þurfa að hagræða og sína straumlínu laga reksturinn sinn. Og til að fá ódýrari vöru en samt verður að borga fólkinu og þetta er bara, held ég, það sem skiptir mestu máli, það er að það sé allir jákvæðir og reyna að tossa þessi rétt átt. Já, en þú ert búin að fyrir með dálítið stóra framleiðslu samt undir urta, hvað eru til dæmis, ef þú myndir segja mér frá svona kannski 5 helstu vörutegundunum sem eru að framleiða? Í Urta Íslandika erum við núna með, við vorum svona frumkvöðlar að gera svona jurtakryddssölt úr íslensku salti. Og það er kannski stærsta deildin að við erum að gera margar útgáfur með íslensku jurtum og berjum og þara. Nú svo erum við að gera síróp og sultur, það er sírópsdeildina. Og þá erum við að gera þetta var hugmyndin sem við byrjuðum með, það var hvernig ná að geyma jurtir, það var hægt að þurrkana, við erum að gera jurtate í tebókum og líka jurtir lausar, það var að þurrkana, það var saltana, við settum þetta svona í salt og svo var að setja jurtin í sykur og náttúrulega hægt að setja hann í alkóhól en það er svona kannski annar. Svo þetta en svo erum við komið nýja deild að við erum að gera súkkulaði og sælgæti líka núna og erum að blanda þessu svolítið inn í okkar dæmi og svo erum við að þróa svona nýja vörur og eiginlega matabúðin eins og það var allt erfitt þar, að þá ýmislegt sem þurftum að uppfylla þar, gerir okkur kleift að gera tilraunir með og að framleiða úr öðrum hráefnum eða við höfum fengið einhverja þekkingu sem að við getum notað. En fyrst og fremst erum við í Keflavík að vinna jurtasalt, jurtate
já, og jurta sírup og sultur og já, kjötni og já, súkkulaði svo já, núna og það hefur farið mjög vel að stað. En við fundum það svolítið í COVID að þegar Íslendingar fóru að ferðast svona og þá var allir að kaupa lopapeysuður og urðu þjóðlegir, að þá var svolítið mikið stíluð inn á túristan já, og þá var einhvern veginn svona, það var ekki svona, góðviljinn náði ekki út á það sko, nei, ég skil. eða hvað ég segja, þetta hugarfar og við fundum svolítið fyrir því og við höfum verið að hugsa mikið hvorum megin við erum, þetta er alveg sikkur markaðurinn, hérna túristamarkaður og Íslendingamarkaður. Algjörlega, Já. algjörlega. Svo við höfum þurft að hugsa það svolítið matabúðin, þá bæði erum við komin Íslendingamegin af því það er engin túristar hér og smásölumegin og það bæði var mjög flókið fyrir okkur að finna út úr, en skemmtilegt sko. Mér finnst bara alveg, sko þegar ég er svo heiður skili fyrir allt það sem við erum að leggja ákvör og fyrir þessa hugsun því að hún er náttúrulega alveg stórkostleg og fyrir að fylgin eftir vegna þess að það er ekkit allir sem er að gera það. Þannig að ég sit bara hérna helmingi fróðari heldur ég var áður við byrjuðum að tala saman og bara alveg stórkostlegt hvað við erum búin að gera svo að þið sem eru að hlusta og horfa endilega kíkja í nándina eða leita eftir vörur frá Urta Íslandika þegar þið eruð á ferðalagi. Við reyndar Íslendinga forðumst svolítið þessa ferðamannastaði eins og Gullfoss og Geysi þegar að mest af útlendingum sem sorglegt út af fyrir sig. En takk Þóra fyrir að koma í viðtal til mín og takk fyrir að greina okkur frá þessu öllu og ég verð að segja alveg svo ég er rosalega ánægð með þessar 2 krukkur sem hafa orðið eftir hjá mér. Takk fyrir að bjóða mig Guðrún, ég er líka búin að fylgjast með þér gegnum árin og þú ert búin að vinna mjög flott starf. Takk að þér, Takk. Bless.